Krabbamein, ég veit það ekki, móðurharðindin kom með efst upp í huga. Það sem ég get inn í Vestur Skaftafellssýslu. Og það aldrei hægt að vita hvað öskufall getur haft á barnagnir. En það gekk svona saklaust, það fæddist í Reykjavík hins vegar ekkert. En veikindi mín byrjuðu svona fyrir 6 árum síðan svona fór ég að finna fyrir fyrstu einkennunum sem voru máttleysi í ræktinni og svona, og eymsli annars lagið sem maður var ekkert að kippa sér upp við því að mann fannst það bara eðlilegt maður var að reyna á sig og mikið þá kæmi eitthvað aukaverkanir. En svo gerist það haustið 2010 að ég svona að líður ég missi meðvitund í svona 5 sekúndur og við vakna við nálátu og það var allir komið fyrir áður og þá ákvað ég nú að láta kíkja á þetta ég nú dregur að fara til lækna þótt að pabbi minn sé læknir og þá kom í ljós svona lítill svartur blettur í vinstra heilahveli sem að var bara þar í smá tíma og breyttist lítið og menn fóru að velta sér hvort þetta var í sýking eða allt frá HIV niður í bara Lyme disease mér finnst nú HIV svona heldur gróf lýsing sko það er bara ég og svo fór þetta nú alltaf að stækka þá svona tóku þeir ákvæðan að fara í skurðaðgerð og fundu svo kallar blandað æxli sem er blandað af 2 og 3 stigs æxlum og í kjölfarið fer ég svo í geislameðferð hérna á Íslandi og það skilaði mjög góðum árangri þannig að þeim árangri að æxli var horfið við í apríl árið eftir 2011 og við fögnuðum því náttúrulega eins og maður fagnar ber en Adam var ekki lengi í paradís og við fórum svo til útlanda og þegar við komum tilbaka þá er komin tön í æxli sem eru ennþá berast við annað en hitt er dautt og þetta er verið svona rússipanni fram og tilbaka á æxlina og komið og farið og ætli við sé ekki orðin alls 5 helvítis framsóknargenin í þessu haus ég kenni Vestur Skaftafellssýslu þetta en það þýðir ekkert að kenna öllum þetta og það þýðir ekkert annað en bara að takast á við hvert einasta æxli eins og að sé nýtt eða einstaklingur maður bara einblínir á það að drepa þetta og láta þetta ekki drepa sig því að maður ætlar sér ekkert að tapa stríðinu 35 ára það er helmingurinn eftir alveg og hvað það þegar maður á 2 yndisleg börn og 1 undra konu þannig að sem ég kalla stundum pygmi að mista svolítið ljótt það er dvergur ljótt sko ég veit ekki okkur beint ég hérna að tala þetta kraft því að mér finnst það meira svona aðstandanda hópur heldur en einstaklingahópur ég er meira að verið svona ég er farin í ljóstundum það er svona fyrir kannski krabbameinssjúka frekar en það er bara það er eins og verið að geðdeild mann finnst maður ekkert heimaður af því að maður lítur ekkert á sig sem veikan að ég líti ekki á mig sjúkling nema kannski svona 2-3 dagi mánuði þegar ég er virkilega veikur sko annars bara reyni ég að lifa lífinu sem eðlilegast hitti vinina mína og fer út á lífið og fæ
bara í bónus og svona, veist, það fínt. En sumt slepp ég við eins og skúr og þeimis. Það alltaf ágætt að hafa þetta í bakhöndunum að segja, nei, ég bara slappir í dag, ástu mín. Þú verður að sjá þetta. En ég nýtti honum ekkert rosalega mikið samt, sko, alveg nóg. Og þetta búið að vera svona mjög sveiflukend þrautaganga. Við settumst niður, þetta gerist haustið 2010 og reyndum að gera eitthvað plan sem að gæti alveg gengið upp. Það hefði þetta verið erfið 3 ár og þessi 3 ár ekki búin, en það styttist í því samt. En það sem mest pirrandi við þetta alltaf að koma eitthvað nýtt og nýtt upp. Mér var svona ráðlagt af góðum lækni og vini í fjölskyldunum að þetta í maraþonhlaup sem þetta ef ykkur kannast við þetta. Þannig að þurfa að byrja alltaf upp á nýtt svolítið pirrandi í maraþonhlaupi. Jafnvel þó maður haldi maður sér bombin í mark og maður verður bara að taka því eins og hverju undspýti að aldrei að gefast upp, alltaf að hafa eitthvað á markmiði, alveg sama hversu ómerkilegt það er. Og fyrir ykkur sem hafa og þurfa einhvern tímann að fara á spítala út af þessu, að ekki láta eins og séu á spítala. Það er mitt motto. Alltaf að klæða sig, vera ekki í þessum eigin ríkisspítala búning. Það breytti mér fannst ég ekki vera eins veikur og allir hinir, þótt ég væri að örugglega og vera meira til, en það lét mér líða betur og ekki vera með þarlegin glamanatiði niður til, sko, niður á læri, það virkar ekki, sko. Það er ekki sexy. En sem eru kjósa þetta kannski fram með aðra, ég veit ekki. Ég er allan ekki þeirra. Og já, það er bara að reyna að láta sér líða sem best í þessu og það er best að gera bara það sem mann finnst skemmtilegast hverju sinni og nýta daginn, því maður veit aldrei hvenær síðasti daginn er, þótt að það er langt í hann hjá mér, veit ég, en maður á að nýta daginn alveg saman hvort maður sé heilbrigður eða ekki. Og meira get ég nú ekki sagt, held ég. Já, stuðning, já. Stuðningshópurinn hljóp. Við þóttum ótrúlega vænt það og það er systir mín, já. Systur, bróðir, hafa staðið sér svo fjölskyldan hefur staðið sér svo hér og allir vinir, miklu betur en ég þorði að vona. Og foreldrar mínir hafa staðið síðan eins og, já, ég veit ekki hvað. Ég er orðlaus yfir því. Og ég er ekki oft orðlaus. Og líka fjarsti kjarni minn, kona mín og börnin. Og systurnar og bróðurinn og vinirnir og allt það. Þannig að reynir að það sem komir óvart, það komir ekkert óvart hvað ég átti góða að. Það býst alltaf við að ykkur svona látið sig hverfa þegar svona óþægileg veikindi. Fólk veit ekki hvernig á að taka þeim. En þá borgar sig bara staðan fyrir að þegja og láta svo ekkert sig að spyrja bara, veist, hversu ómerkilega spurninga er, bara, já, ég hvað, segir þú res? Og maður segir nei, og þá segir, já, en sástu káleikin, veist, það er bara þetta sé komið að fólk sé að hugsa eitthvað aðeins meir en bara sjálfan sig og hvað sé að gerast. Og maður finnur strax hverjir í svona ferli. Og það var enginn sem að sveik mig eða hvað kom að svíkja eða kom mér óvart í þessu sem mér þykir ennþá vænna og já. Hérna stendur hvað ég er búinn að gera, 4 axli, 4 uppskurði, nýbúin í 3. geislameðferðinni, í lyfjameðferð.
upplifun og hlaupi á söfninu, já. Það fannst mér, já, það hefur komið inn á það. Mér þótti ótrúlega vænt að það voru margir kollegar og spikfeitt fólk sem ég held ég geti ekki hreyft sig. Það skilaði sér mark. Engin hjartast, ekki svo ég veit allavega. Ég hefði kannski ekki fréttað en að venda mig svolítið verið slemmi fréttum. Og já, ég veit ekki, ég vil fá spurningar, sko, ég er svo lélur í svona monólóg. Lélur? Komum með það. Siggi, spurðu. Ég spurði þig ykkur. Þú vannst mig. Mér finnst það ekki nógu gott. Nei, dramið. Þú hefur næsta ár til að vinna? Já, næstu 20 ára. Já, ég meina, bara næsta ár, sko. Næsta ár, ok. Það næsta hlaup. En eru ykkur spurningar fyrir 35 ára gamla mann sem í stúku? Nei, ég bara hósaði fyrir húmórinn og góða stuð þegar að koma hérna. Það var eiga svona góða að. Já, þakka þér fyrir. Ég náttúrulega ræði ekki hverju ég á að, en Það er ekki burtu. Nei, þeir eru ekki burtu. Þeir eru mjög góð. Og ég væri náttúrulega ekkert hérna án þessarar fjölskyldu og þessar vinakjarnar og foreldrar minna og tengdaforeldrar og ég væri getaði sleppt Framsóknarflokknum og Álfheiði Ingadóttir sem mætti líka sleppa sér. Er ekki hún gott? Það er nóg að taka. Ég þakka þá bara gott og þögnum gott orð og bara njóti veitingarnar sem ég ger ekki neitt í. Forleik? Já. Það er ekki gott þegar hann er búinn að vera lengi, þá er hann svona eplagulur. En takk fyrir. Takk fyrir, Árni.